Já, það held ég að gera hlustendur. Rétt áður við byrjum. Já. Og tilkynning, risa tilkynning. Við erum konur í samstarfið Síman Pay. Slay. Síman Slay. Nei, Síman Pay. Það er Slay, skilur ég. Ég að vera eins og unga fólkið. Núna eru þeir að opna bara dyr inn í framtíðina. Já. Það sem er að gerast, þetta er að fara að umturna lífið mínu til dæmis sem fyrirtæki eigandi. Já, vonandi mínu líka. Já, ég gerir fastlega ráð fyrir því. Þetta er að fara að umturna rafrænum beiðnum. Já. Þú veist, þú bara getur hvatt beiðnabókina. Já, þetta er líka það sem að mér fannst áhugaverðast er að það er að koma núna út kort sem er basically hægt að skrá deildir. Hingað til hefur maður alltaf þetta skráð á mannesku. Þegar sú manneskja þá þarf að búa til nýtt kort. Núna er Sími bara að leysa, hann er að leysa það vandamál. Það er að gera limit, fólk er ekki að fara að eyða efni fram. Ég meina ársátt í Landsvirkjunar, hefði hún gerst? Ég veit ekki. Förum nánar yfir það eftir. Já, Sími Pay verður meira þá í næstu þáttum. Endilega tjekkja á þessu. Það er biðlist að komast inn, þannig að fyrstu kemur, fyrstu fær. Svo er þetta líka bara, þú veist, þetta er að umturna þannig þú bara tekur myndin í kerfinu af hverju færslu. Já, og ferður bara beint inn á borgar í bósanum, tekur mynd af kvittunni, svo bara exportar þessu og hendur á bókunan. Já, heyrðu. Þetta er bara byltingakent, kæri hlustandi, að þú ert í rekstri kynntu þér þessa fyrirtækjalausn Símin Slay. Sími Pay, það er Slay. Skrási, það er listi, bye. Já, kæri hlustendur, það er Pingjan sem bankar á dyrnar þannig að föstudagsmorgunin 19. apríl. 19. apríl, til hamingju með daginn, kallinn minn. Þetta er síðasti dagurinn þar sem við munum taka upp að vetri til. Já. 25. Rétt. Apríl, þá er komið sumardagurinn fyrsti. Já, það er eftir viku. Já. En dagurinn í dag er líka dagur íslenskra sónarmyndasafnara. Þannig að ég ætlaði bara að óska þér til hamingju með daginn. Ertu komið með einhverja sónarmyndir í safnið? Shit, maður. 19. apríl, ár hvert. Þessi hefur ekki sprottið upp kollinum frá því að ég gekk út, held ég. Þessi brandari hjá þér? Nei, ég hef nú alveg leyft þér að líka í friði. En hvernig lítur safnið út í dag? Ég veit að Eddi gafði mynd. Já, jú. Ási Dominos gafði mynd. Já, ég fekk nokkrar myndir sendar. Gaf Vigni bolla þér? Private. Vigni var búin að lofa að þú myndi fá þrenningu frá honum. Já, það. Búin að ramma inn öll þrjú. Ég slapp við Vigni. Já, og Örnu, að sjálfsögðu. Shit. Ertu að safna hérna, þegar þú fær sónarmyndir í möppunniðinni, eru þá celebrity section og svo bara svona vinir. Þú veist hvernig á ég að svara þessu rugli? Já, ég veit ekki. Jú, það er þannig. Já, og Vignir og Arna eru náttúrulega celebrity section. Eddi, hann er stóru í þessum kreðsum. Já, hann er í corporate. Hann er legend in the game. Hann er í corporate flokknum. Já. Ég veit ekki, nei, ég hef lítið blessunlega fengið af þessu sónarmyndum. Nýlega. Já. Svona helst í hendur við það að þú hefur hætt að tala um þetta. Já. En við skulum sjá hvað gerist núna þegar þú ert búin að lífga þetta aftur við. Bara til hamingju með daginn, sónarmyndasafnarar, allir saman. Pældi fólki sem kannski hlustaði ekki þá en er að hlusta í dag, sko. Fólk er bara, hvað er hann að tala um? Já, það er að safna sónarmyndum. Ég var að rifja það upp. Þú ert að safna sónarmyndum, hefur gert í mörg ár. Skulum ekkert vera að rifja þetta rugl upp. Ég kom auga á private collection hjá þér í bíl hérna fyrir utan. Fyrir hvað, 1,5 ári síðan? Já, herðu, einmitt, það held ég veit ekki, hvernig á maður að byrja svona þátt eftir þetta? Á einum velding. Nú? Já, veistu ekki hvað velding er? Ég þekki ættarnafnið. Já, þú voru bara að rífa í gang. Eitt velding, 200 espresso og diet coke. Hýparsta. Heyrðu, farðu valega. Er fólk að blanda þessu saman, eða? Já, fólk, Lárus Velding gera þetta er kallað Velding. Í alvöru? Já, hefur ekki lesið bókina. Setur hann diet coke onni í kaffi? Nei, hann drekkur 2-faldan espresso og beint í diet coke. Já, meina það. Já, ég skildi það þannig. Það fór framhjá mér. Ég náttúrulega las aldrei bókina. Nei, ég er með hana. Hún er helvíti skemmtileg. The Welding, 2-faldur espresso og coke. Hann er yfir í gang. Ef að Lárus væri með okkur, þá væri bara Er það ekki? Keira þetta í gang, sko. Önnur leið til að starta deginum eru þetta bara að byrja á 2 Carlsberg. Ég líka, alltaf 2, þú veist, það er fyrir einhverja. Það náðu okkur niður. Já, svona til að jafna þetta út, 2 Carlsberg, alltaf 2, aldrei 1. Og núna erum við, Yngvi, Vinnustað mánaðarins. Vinnustað mánaðarins í samstarfi við Carlsberg 0,0%.
Farið inn á Deep Into Pingjan Facebook-hópin okkar, skráðu ykkur þar ef þið eruð ekki þar nú þegar og farið efst, varst ekki búin að pinna þetta hérna, starfsmaður mánaðarins og þið getið fyllt út form. Ég er reyndar ekki búin að kíkja inn á þetta nýlega. Nei, ef við ekki að taka í næsta þætti. Já, við skulum gera í næsta þætti. Það er í loka apríl. Þá klárum við þetta fyrir loka apríl. Nákvæmlega, þökkum Karlsberg fyrir og af Karlsberg beint yfir á Jómfrúna. Það er Karlsberg, vissulega. Alltaf 2 á Jómfrúnni líka. Jómfrúin er náttúrulega bara himnaríki fyrir sælkýran. Himnaríki fyrir viðskiptamannin. Himnaríki fyrir stjórnmálamannin. Loka dílum. Fyrir heimspekingin. Þetta er fyrir alla. Ég ætlaði reyndar að hafa umfjöllunna eftir í boði Jómunar, sko. Ég var búin að gleyma því. Já, þá verður að finna bara eitthvað annað. Þú verður að finna eitthvað annað. Ég ætla að henda einum legit. Já. Ég ætla að henda Kreditinfo. Já, andilega gera það. Það verður með Kreditinfo á eftir. En sko, Sumadjassinn, hann er ekki komin hérna inn, sko. Nei. Það er ennþá bara Sumadjass 2023, þannig að við býðum í ofvæni hérna eftir að fá Sumadjassinn 2024. Fyrir þetta inn. Yes, herði, þökkum Jómfrúnni kærlega fyrir. Og þið munið hvernig þetta er. Þú veist, virkidagar, föstudagar, fimmtudagar, mjög gott að fara með buddies, viðskiptafélögum, klára díla. Allt eftir það, núna fram á sumri, viðra tengdu. Bara viðra hana strax. Hún hefur gott að þig. Ekki spurning, kæruðu sumleiðis Martin frá Öskju. Það er heitt, það er að hitna undir það núna. Veistu okkur er gott að vera á Smart? Segðu mér. Það er komið hlæðslustæð út um allt. Það er að verða betri infrastruktúr fyrir að vera á Smart heldur en á gamlega góða díselhlungnum. Já, ég meina, sko... Það er 100%. Já, nú verð ég að hlusta á viðtal við Guðlaug Þór hérna í morgun á leiðinni. Ég held að, nokkuð við sem þetta hafi verið hann. Jú, fjandinn hafið, þetta var hann. Þó það hafi ekki komið fram. Og hann er að bulla. Er hann ekki bullustur? Hann talaði 10-15 ára Ísland væri bara sjálfstæður með innflutning á, sko, orkugjafa. Þess að við þurftum ekkert að flytja inn. Kól fyrir... Já, þess að bara þá bensín eða eitthvað skilur. Við værum bara á rafmagninu okkar, hérna. Þannig að þið sjáu það er margt vitlausara en að fjárfesta í... Væri þá ekki ágætt að við myndum hætta að setja stein í hérna veg okkar sem erum að reyna að fara yfir á rafbíla? Jú, það þarf að finna eitthvað jafnvægi þarna greinilega. En þá er Askja viðkomustæðurinn Smartinn, sami Smart, hættur að selja Smart en er samt alltaf á staðnum. Áttan þá við að við munum hætta að flytja inn þessi kól sem komum með hérna sílíkonverunum sem Katajak vildi opna. Ég heyrði mjög stuttan bút úr þessu en hann talaði að Íslandi er orku sjálfstætt innan 10-15 ára. Hann var ekkert að tala þegar kommunistastjórnin byrjaði heimil En tjekkja á Smartinum. Hún er ekkert kölluð Katajak fyrir norðan. Kólakata. En já, það er bara Smartin. Það er ekkert annað sem dugar. Sko, ég er með mjög lítið í dag. Nú, okkur Mólarur brauð, stærsti viðskiptavinur minn segir allt sí, hvað fæ ég hérna, Commercial Vantage. Já, heyrðu, ég er bara dottinn í bobba, sko. En ég er með 2 móla og mólar eru líka brauð. Sko, ég er náttúrulega með fréttir Sko, ég viss að þú erir bara on a heater, hérna. Já, eða svona, þú veist, ég er með nokkrar en svo er ég náttúrulega með, sko eins og hlustundu vita þá byrjaði með nýjan lið í síðustu viku. Svona stórfyrirtæki vikunar eða eitthvað svona, þú veist, verði ekkert endilega með það allar vikur en þetta er svona eins og hérna milljónumæringu vikunar, þú bara finnur eitthvað áhugavert fyrirtæki í einhver áhugaverður landi. Já, sko, nei. Ég ætla að gera breytingu að þess á þessu lið. Ég eiginlega bara svona áttaði mig á því. Ég komst yfir svo góðar upplýsingar þegar ég var að skoða sko, landdagsins í dag er Ítalía. Já. Og ég komst yfir svo góðar upplýsingar inn á einni síðu að ég eiginlega breytti þessu og fór meira út í, sko, mér langar eiginlega bara svona að skoða löndin sem bara svona þeirra aðal útflutningsgreinar, innflutningsgreinar. Þú veist, vissulega stærsta fyrirtæki, það verður umfjöllun það svona inn í þessu, svo svona landsframleiðsla og annað þannig, sko. Mér finnst það áhugaverðar að taka það einhvern veginn líka. Þannig í staðin fyrir að vera með einhverja langa umfjöllun endilega stærsta fyrirtæki, þú veist, þessu stærsta fyrirtæki í Ítalíu, svo sem, það er ekkit, þú veist, mér fannst ég ekkit finna einhvern sérstakann pól á það var ekkit mikið mergers and acquisitions þar, sko. Þannig ég ákvaða svona að taka aðeins víðara samhengi. Og við skulum bara sjá hvert það leiður okkur hérna á eftir. Lýst þér ekkert á þetta? Jú, bara mjög vel. Já. Ég er bara hérna í einhverju kritísku ástandi í nýju tölvunum minni. Ok. En herru... En sko, hversu hátt skrifaðir eru Ferrari hérna?
Já, það kemur bara í ljós Lavazza Það kemur í ljós bara á eftir Já, nei Miður náði Lavazza ekki ná en við skulum sjá Herðu, ef ekki bara byrja á því að ræða svona hvað ég var að kalla þetta, stærstu frétt vikunar ég veit ekki, þetta er allan að málana að Landsvirkjun og ég þarf því fókusir að hann Já, ég er að detta, sorry Ég er að hendi sinn hérna Dýpind og Pingjan að Marja-Lena sem að stofnaði M-Fitness sem mögur í næsta þætti Þannig að bara ef einhver vill ask the M-Fitness Queen þá var þetta að hendi spurningum í dag Nei það var í gerð Þetta gera það núna Já, það var vissulega í gerð En kæri hlustendur málana að Landsvirkjun og þar var haldin árshátíð núna nýlega á Egilsstöðum vissulega, Mekka Austurlands og Á ég að koma með alla fyrirvara fyrst Landsvirkjun er bara fjölskyldufyrirtæki mitt Ég er alin upp í 2 frændur sem ekki frændur mínir Það er Lalli frændi og Frikki frændi Frikki Sófusson sem var forstjóri Landsvirkjunar heilengi og Landsvirkjun er kallað Lalli frændi Ég get ekki tjáð mig meira Þannig að þú átt sviðið Það er frændheiklin Já, algjörlega frá aðtölu Já, eða þú veist, þetta er auðvitað búið að vera mikil hita umræða og það er náttúrulega, það er ekki fyrirkomið frétt hlunnindi til starfsfólks þú veist, að þessi hlunnindi til starfsfólks megi ekki vera meira en 163.000 krónur á árið þarna sem kom þarna rétt fyrir síðustu jól bara eins og skrattin og sauðalagnum Ég hafði mitt mestar áhugjur Hvað fáðu í jólagjöf? Þú veist, inn í þessum hlunnindum 163.000 krónum sem skilst að sé 175.000 núna í ár þetta var allan 163.000 í fyrra inn í þeim hlunnindum meðal hans jólagjafir, jólagleði, starfsmannaferðir bara almenn starfsmannagleði og notabene árshátíðir Rétt Nú, þessi árshátíð þeirra kostaði 90 milljónir 90 milljónir og þetta er auðvitað ríkisstofnun og því er hittin svona kannski óvenju mikill í kringu þetta en samkvæmt upplýsingum frá Þóru Arnórsdóttur samskiptastjóra Landsvirkjunar og fyrrum forseta frambjóðanda Herri, rétt, það gleymist voru gestir samtals 450 60% var starfsfólk og 40% makar og makarnir er að greiða þarna 8.000 krónur á mann fyrir herlegheitin 40% af 450 eru 180 þannig að voru í rauninni 180 makar þarna stattir 180 sinnum 8.000 eru 1,4 milljónir 1,4 milljónir þannig að eftir standa 88,6 milljónir og 270 starfsmenn Þannig að kostnaður við hvert starfsmann er þá 330.000 krónur að meðaltal á kjaft og maður velti því fyrir sér hvurslags fordæmi er verið að skapa hérna hér er verið að fara tvöfalt umfram leyfileg skattfrjáls hlunnindi starfsmanna Má ég nefnilega skjóta inn MBL eða Mokkin og með geðu eitthvað greinum þetta Ég sá það Viðar Guðjónsson og rétt tala er 392.000 Já, miða við þá aðila sem komu með makan sinn Þú veist, það er bara búið að reikna þetta niður að Ég er að taka meðaltali yfir bara per starfsmann 330.000 Já, það er 392.000 rétt tala Nei, 392.000 er rétt fyrir þá starfsmenn sem komu með maka Það er fakt Já, en makin leggst nefnilega á starfsmanni síðan Já, ég er að segja það en þeir sem komu ekki með maka eru náttúrulega með eitthvað lægra Þú veist, eyrnamert per starfsmann ef við tökum bara fletjum út makana á alla starfsmenn þá er það 330.000 krónur á kjafta meðaltali Já, en fyrst úr með þetta svona niðurnjörfa ertu með að reikna hverjir búa fyrir austan Nei, ég er ekki með það Ég er alls ekki með það En allavega, þú veist, þetta er ríkisfyrirtæki og þau lúta bara lögum og reglum, skilur og eins og bara allir aðrir og þú veist, og ég velti þessu fyrir mér þetta fordæmi Það er verið að fara umfram leyfileg hlunnindi per starfsmann 100% yfir það er að segja tvöfalt og þetta er auðvitað ríkisstofnun og ég velti því fyrir mér bara hvað er að stoppa önnur fyrirtæki núna að gera slíkt því sama Svo kemur Þóra fram og kalla gagnrýnendur árshátíðarinnar og þessa umfangs hrokafulla og meira djöfull fór það í mig hún stígur hann það fram og er bara með einhvern skæting Hún gaslýst þig Hún gaslýst þig You've been gaslight þú veist, það er ekki svo þetta séu bara einhverjar hömlur á starfsfólk ríkisfyrirtækja þetta er bara hjá öllum fyrirtækjum bara einkareknum og ríkisreknum
og sko þau mega sjálfsögðu fara yfir þetta, þeim frjálst að gera það en þú veist, þá samkvæmt reglum skattsins nýju þarna, sem allir þurfa að lúta þá þurfa starfsmenn sko að greiða skatt af þessum umfram hlunindum. Já, ég stimi við reikninga Viðars og þá 217 á meðaltali á mann. Já, það verður fróðlegt að sjá hvort að skatturinn muni hjóla í þetta. Já, akkurat. Og þá verður spurt Jón og Séra Jón. Já, þá verður spurt Jón og Séra Jón. Og eins og ég segi, ef þau ætla ekki að gera þetta þá veltir maður fyrir sér bara hvað er svona að stoppa bara aðra í að gera slítið sama. Ég held líka ef það er einhver ungu forritar í HR að hlusta, þá er viðskiptahugmynd í dag að búa til svona skattatrakker fyrir mannauðstjóra til þess að geta haldið alveg lautanum því að skatturinn, ef hann fyrir að spurja heyrðu, við þurfum að fá núna þú veist, ef þau eru að sinna sínu hlutverki og ætla að vera bara með alla undir sama hatti þá senda þau fyrirspurn að spurja væntanlega í loka ás eða eitthvað að sjá hvernig fjármunum hefur ráðstafað per starfsmann. Þá byrjaði þessi leikir með að, heyrðu, starfsmennir á austan voru ekki inn í þotunni sem var flogið að sunnan. Bara algjörlega sundulega. Þannig ef einhver, má segja graður forritari, eða gröð forritarar, graður forritarar, er að hlusta, þá er örugglega hægt að búa til svona lítinn budget tracker sem að mannus eða fjármálasvið myndi nota til þess að vera með krónutöluna. Svo er þetta náttúrulega til inn í Payday eða eitthvað, ég veit ekki. Þetta er viðskiptahugmynd. En sko því að fyrirtæki munu flækja þetta 100%. Sko. Þetta virka klift og skorið en maður getur alveg séð hvernig maður er hægt að fara í leika sér. En maður velti því fyrir sér, skilur myndi þetta, segjum að skatturinn hjóli í þetta, myndi þetta lenda á starfsmannum, myndi ekki Landsvirkjun bara bjóðst til að borga það væri það ólöglegt. Já. Ég meina þetta eru hlunnindi. Þetta er í rauninni Landsvirkjun að kenna, skilur að fara umfram þetta þessi skattalegu hlunnindi. Já. Þú veist, þannig að maður velti fyrir sig hvernig þetta yrði leyst, sko, hvort að bara starfsfólk verði gert bara að greiða skatta þessum, já, þetta er stekt, sko, en ég hef nú sko heimildi fyrir því þarna að þessari árshátíð að það var bara ekki greitt króna fyrir drykki eða mat alla ferðina bara og þetta var svaka veglegt, sko, en flugið óneitanlega eflaust ágætis partur af þessu, þau leigðu þarna að mér skilst einhverja Boeing þotu og voru bara að ferja hliðið á milli. Ég veit ekki, þú veist, þetta er bara, þau vilja gera vel við starfsfólk, ég meina, en það þarf að huga að þessu. Þetta eru bara lög og reglur, það er nú bara þannig. En í grunninn, prinsippi gott, farið með ásáttíðinu út á land, ekki skatturinn fór nú sjálf út í Möltu, þannig að ég hef frekar kallað eftir því. Skatturinn fór til Möltu, já. Ég held ég að sé það. Það væri fróðlegt að sjá hvort að þau hafi farið umfram hlunnindi. En svo er líka, hvernig það var staðið að því. En það sé ég ætla að segja, það er orðið frábært að koma austur núna. Íþróttahúsið var bara eins og hvað heitir salurinn í London, hann stóri, flotti. Allir bestu tónleikarnir haldir. Já, Albert Hall eða Nei, ég hef ekki hugmynd. Royal Albert Hall. Já, segjum það bara, þetta var bara eins og Royal Albert Hall. Og svo er þetta að fara í vök, hellingur að gera, geggjaða pítsur, bjór, activities og Þóra náttúrulega sko réttlæti þetta að einhverjum hluta þannig að þau væri að fjárfesta í innviðum þarna á Austurlandi, innviðum skilur á milli þess að hún gaslýsti þig þá kom hún ágætlega fram. Já, á þessu svæði eru þau með mikil viðskipti skilur og þau voru bara svona litu svo á að þau væru að en svo á móti leggja í gott málefni þar. Það var reyndar líka einhver frá Akureyri sem bent á það þau hefðu getað servisað ljósabúnað sem hefði verið ásatíð Alcoa helginu undan. En það var flutt eitthvað að sunnan, sko. Þannig að það er alveg hrikalegt. Ég veit ekki, einmitt. Þú veist, þetta var smá pirraði með þessi skætingur í Þóru þarna. Hún gaslýsti, það er bara alveg 100%. Nei, það gerir hún ekki. En talandi einmitt Payday, það geti verið að Payday bara sé með lausnina við þessu. Að hér er hægt að skrá þetta allt niður á starfsmenn. Ég ætla ekki að fakta það, ég hef ekki prófað það. Já, þegar maður spáir í, það er kannski ekkert graða forritara. Þeir eru allir hjá Payday. Já, algjörlega, þú veist, það ekki það. Jó, ég hugsa það. En Payday að sjálfsögðu dykkur samstagsali komnir yfir 5.000 og það lítur ekkit út fyrir að það sé á niðurleið. Nei. Það eru 5.070 fyrirtæki sem nota Payday í dag, takk fyrir. Geðveikt dæmi, Já, það er alltaf íbringur hérna á símanum mínum. En já, fyrir bara, þú veist, þetta er fyrir bókaran líka, sko, ungi bókarar, sko, ekki svo á verðinum. Ég myndi ekkert vera að festa ykkur á eitthvað annað. Nei. Bara negla ykkur beint inn í Payday
Þið munu finna fyrir því sko að þið hafi verið að vinna í einhverjum öðrum kerfum. Hvítflipparnir eru líka löngu Þið munu finna fyrir tímasparnaði sko. En þeir sem eru að byrja að hlusta á okkur, læknar, píparar, eru fyndið, þeir kalla þið pípara át á nesinu? Nei. Jú, Nei. Ég fór í pottinu daginn, í kaldapottinum og þá segja þér við mig, þessi nú vanlega volgur þegar félagin hérna. Þú hefur verið, sérst kaldapotturinn. Shit, maður. Og ég segi, býtu hvað át, því hann er svo heitur. Nei, hann pissar alltaf í potti, hann er pípari. Herru, ef ekki hlusta þetta, þökkum bara Payday kærlega fyrir þetta. Það er líka pípari. Að pissa í kaldapottin er alveg vel óþægilegt dæmi held ég sko. Þú þekki það best. Nei, ég þekki ekki neitt. Þau segja það, hann sé volgur eftir að þú ert þar. Þökkum Payday fyrir, við erum með fleiri fréttir hérna. Það var nú lítið fjör í kringum útboði hjá Play. Það var eitthvað dreigið saman eftirspurnin þar. Sko, það voru einungis 100, sko, það söfnuðist einungis 105 milljónir í 500 milljón krónu útboði fyrir almenning á genginu 4,5. Þannig að þú ert ennþá short á Play, eða? Nei, ég er ekki inn í Play en þú veist, 105 milljónir. Þetta eru sko 3 daga eldsneytisbirgðir fyrir það. Með að við ársending 2023. 2023, jú. Ég gleymdi bara spáði. Ég reiknaði þetta út. Þetta er held ég 35 milljónir á dag sem að fara að meðaltali í eldsneyti. Þannig að þú veist 105 milljónir sem safnast þarna frá almenning, samtals voru þau þó að safna 4,6 milljörðum í heildina og af því var milljarður sem að kom frá félögum sem tengjast forstjóra og tveimur stjórnarmönnum Play. Það kemur fram hérna inn á Vísi og sko allt gott að blessa þið, fínt að þeir séu enn með þetta traust fólk á baku sig sem er tilbúið að setja penning í þetta en það er nokkuð augljóst allan að almenningur er ekkert sérstaklega spenntur fyrir þessu. Þetta er að minnsta kosti ekki sama stemming og var hérna 2021 þegar hluturinn rauk svoleiðis út á 20 krónu stykki í áttfaldri umfram eftirspurn á sínum tíma. Those were the days sko. En í dag ég segi bara Guð blessi hluthafa flugfélagana, þar með tali ég mig. Já, þú ert í Boas Blue Army. Ég hef nú ekkert verið feiminn við að tala það hér. Ég er í bláa hernum og maður bara leggst á bæn á hverju kvöldi. En það sem er áhugaverðast núna út af því að þú nefndir olíuna. Hvað sagði þetta? Það voru 3 daga byrðir, 500 milljónir. 3 daga byrðir, Já, að sko ég var búin að það sem er áhugaverðast með atburði síðustu helgar þegar Íran sendi drónaherinn yfir til Ísrael. Við vorum nú saman að horfa á það bara live að verð á olíu hefur ekki tekið sama kip og svona sögulega séð. En ég er hérna á oilpriced.com að menn eru ekki að hvað segir maður skrifað út, eða þú veist ekki að útiloka að tunnan fari yfir 100 aftur verði frekara escalation. Frekara. Menn virðast vera svona frekar rólegir yfir þessari innrás þarna, eða innrás þessari gagnárás svo má orðið komast sko. Þannig að ég reyndar er ekkert með neinar fréttir frekari það sko. Nei, með mig. Þetta á bara svona bæta við. Já, einmitt. En ert þú Ert þú með eitthvað? Heyrðu, ég er með á ég að taka eitt velding bara, eitt tvöfaldan espresso og Diet Coke. Sko, eitt áhugavert með Truth Social. Já, einmitt, Trumparinn. Sko, ég mun held ég elda þetta bara eins og skugginn. Eins og skugginn eldi lukkuláka, manstu þessi í lukkulákabókunum? Já, hvort í mann og myndunum. Skugginn var alltaf eldan. Ég held ég að fyrsta skipti uppgöta ég væri með skugga að ég að lesa lukkuláka. Ok. Hefur einhvern veginn spáð? Nei, ég reyndar ekki við það sko. Nei, en þú veist, varstu bara afburðagreindur krakki og þú bara, þetta er skuggi. Já, ég fór nú snemma að velta því fyrir mér, hvað olli því? Já, ég þurfti að lesa lukkuláka sem er svona ábending til foreldra. Það getur verið mjög örvandi fyrir börn að lesa. Sko, ég ætla að elta þetta Truth Social eins og skuggin elti lukkuláka. Hvernig hljóma það? Já, bara mjög vel. Bara svipa og við vorum með Twitter og Elon. En sko, það fjall þegar þetta var skrifað einhvern tímann í vikunni 18% fóru örugglega upp aftur. Þú mátt kannski taka gengið. Já, ég skal. En sko, fyrsta sagan var svo að Trump var að byrja með live streaming platform og
og fyrstu tölur bentu til þess að hluthafar tækju illa í það. Já. Sko, það sem hins vegar rétt og það sem gárungarnir voru síðan að segja í Reddit-grúppunum og á Twitter var, á sama tíma var submittað S1 statement til SEC. Það þess að þegar þú birtir sko, held ég einhverja breytinga á samþyktum til verðbréfa eftirlitsins. Það sem kom fram ný regla í samþyktum að insiders sem að fram á útboðinu hefðu ekki voru semst í lockdown period ætti að fara að fá að selja meiri bréf. Sem sagt, þegar útboðið var og við ræddum þetta fyrir 2-3 vikum, þá kom fram Trump má ekki selja í 9-12 mánuði og þegar insider, það eitthvað lockdown period að það var semst að vera að submitta einhverju nýju inn til SEC að biðja að breyta þessu, þannig mættu fara að selja okay. Og núverandi hluthafar voru gefur ekki góð fyrir þetta. Já, vissu núna, þetta Trump dump Þú veist, ef hann að fara að dumpa bréfunum þá munum fleiri byrja að dumpa þannig að markaðurinn tók í rauninni strax í þetta og eins og kom fram daginn, Kári í Kryddinfo var að hugsa að treyta þetta farið afskaplega varlega Það eru margir iðnaðarmenn sem verða ríkir á því að flippa einhverjum húsum sá peningur leitar oft inn í markaðinn reynið að fylgja einhverjum reglum að ef það er 10% niður selja ekki sitja það allt skilur hvað að fara? Já, bara ekki taka Trump-dump á þetta Gjöfell þetta heimst samt, þú veist, gæinn náttúrulega bara andliti, hann eini maðurinn á bakvið þetta sko. Já, rétt veist, þannig að ég trúi því ekki að hann þú veist, þetta líka bara spurning á hvernig menn túlka þetta þeir annánsa einhverju sem á að vera fancy á sama tíma og þetta var svona menn horfðu á skuggan þetta er búið að droppa samkvæmt 2 daga gammalli frétt þá er þetta búið að droppa 68% bara núna á viku þegar ég var að researcha upp þá var það 18% þetta píkaði sko í 80 þetta er frá píkinu sko 80% $80 per hlutur og var í $25 á þriðjudaginn hann farið í valli, ekkert verið að taka nakta skortstöðu naked short bara mjög vallega væri það ekki frekar bara málið það ef Trump er að fara að selja tekur það ekki bara nakta skortstöðu á það? Jú Þú sagðir ekki fara að gera það? Já, þú veist bara, breytu því bara í öfugt Ég alveg til að hafa öfugt, förum bara í næsta skorstu Ef að útskýra það Er það ekki, það er bara þegar þú ert eiginlega ekki með neina tryggingar Nei, bara enga varnir og bara ferð bara beint short á fyrirtæki Já, naked Heyrðu Það er lánuð bréf Já, en En já, skemmtilegt update, það er gott að fylgjast með þessu Við hefum nú oft svona hengt okkur á alls konar svona mýmstokka í gegnum tíðina Sam Bankman-Fried nú lítið búið að vera frétt á honum undanfarið Við glemdum neitt að segja frá því hann fekk 25 ára fangelsi Já, nei, töluðum við ekki um það? Ég held ekki en það er lengsti dómur hvítflippa í sögu Bandaríkjanna Ég held að hann sé með einhverjum einum öðrum Nei, ég er að rugla, þetta var ekki rétt hjá mér Bernie Madoff fekk held ég bara fjórfaldan lífstíðadómi Já, hann var náttúrulega, hann var svona í lengra skami sko, þú veist, það tók alveg einhver áratugi að finna út af því sko En var þetta í búið Kryddinfo? Já, við skulum hafa það þannig, ég skal hafa hitt með einum öðrum Já Viltu að ég fari bara strax í næsta lið? Nei, ég er með fleiri fréttir Ég bara svona, hvort þú vildir ekki koma aðeins meira inn á Kryddinfo bara svona, þú veist KYC áskriftin og þetta Jú, ég meina fólk var að þekkja þetta, skráðu ykkur KYC, farið að skipta öllu í business Og þetta er no-brainer að út með fyrirtæki bara, þú veist, og ert í einhverju braski Já Og sérstaklega í viðskiptum við önnur fyrirtæki þá er þetta bara no-brainer, farið að kynna ykkur þetta inn á Kryddinfo strax í dag, eða ekki? Eigum við að taka þarna leikinn sem maður lærði Þegar ég segi hvað heitir þetta áreiðanleika könnun þá segir þú áreiðanleika könnun Nei Jú, segir það Áreiðanleika könnun Já, þá segir áreiðanleika könnun finna öll fyrirtæki tengt einhverjum Áttu að segja það Finna öll fyrirtæki tengt einhverjum Við skulum úttalda betur síðan Ég er að hugsa þetta, ég fatta kannski alveg nógu gott En heyrðu, farið inn á kryddinfo.com eða .is og þið finnið allt lánshæfismat, markuplistar fyrirtækjating, snjallágun, fjölmiðluvakt, sjálfbært Herðu, ég sá líka frétt áhugaverða frétt Guðbjörg, orðin stærsti hluthafi Dominos Já Og það eru breytingar á eignarhaldi þar
Þetta svakalegur eigandahópur hjá Dominos og ég í rauninni hafði ekki gert mér nægilega vel grein fyrir þessu en fréttin er þess að svo að Kristinn félagi eigu Guðbjargar Matthíasdóttur og fjölskyldu, hún er náttúrulega best þekkt fyrir eignarhald sitt í Ísfélaginu. Er það ekki rétt hjá mér? Kristinn, eitthvað? Nei, hún Guðbjörg sem eigandi Ísfélagsins. Já, passa. En Kristinn EHF, eða er það HF? Ég skal ekki segja. Það er félagi Guðbjargar og fjölskyldu. Og það er stærsti hluthafi PPH sem er móðurfélag Dominos í Íslandi með tæplega 35% hlut og sko þau eru að bæta við sig hérna 9% hlut núna og það er það sem fréttin snýst en það sem að vakti athygli mína samt er að sko Viðskiptablaðið birtir hérna hluthafa í Dominos og inn í þessu er sko Kristinn EHF stærst, þess að tæplega 35%. Svo er Bjarni Ármannsson á 25,7% hlut í Dominos á Íslandi. Bjarni. Ég bara áttaði mig ekki á þessu, við höfum kannski, eflaust höfum við fjallað það áður, Sko pizza var góð, en síkkon er orðin miklu betri. Hann er sko fjórðungshluthaf í Dominos. Svo er hérna Lýsi HF, fara með 12,9% hlut. Svo er náttúrulega sko Birgir Bíldvett, náttúrulega auðvitað stór þarna líka í gegnum Eyju fjárfestingafélag. Og þetta er í rauninni bara hvað allir sér langt við fara að selja brauðstangasósu þannig að súkkulaðidótið og svo bara skota lýsi hvað veit maður en fyrst þú minnist á það þá velti maður í fyrir sér með Guðbjörgu og annað vissulega sko hjá Ísfélaginu þá er nú búin að útlýsa þessum hlutum sínu til barnana að mestu leyti minni mig en hvað er playið hérna? Nú er hún að stækka við sig í Dominos og maður velti því fyrir sér, hún á Millan Óra hún á hérna, hvað heitir þetta ekki, Ísam sem er svona með alls konar bara vörumerki, þú veist í matvælum og öðru hvaða play erum við að sjá hérna? Erum við mögulega að sjá að hún ætla að replacea sósuna og kjötið erum náttúrulega með sko Ali kjöt í dag með hérna einhverju heldur að hún sé að styrkja stöðu sín eitthvað og fara að breyta pizzunum það veit anskotin, hún er bara fjárfestir hún er búin að gera gott mót en á móti þá er sann sagt, mannstuð, við fórum upp í Dominos ég held þú getur ekkert svo glatt farið að fokk í sósin á því, það er flutt inn brauðstangina voru eftir einhverju sér uppskrift kjötið er frá Ali, veit ég þannig að ég veit ekki, kannski að það er eitthvað play en svo er það náttúrulega hitt bara, ég meina margir góði fjárfestar eru með þá reglu fjárfesti í góðum fyrirtækjum á premið, það skiptir ekki máli Dominos er ekki að fara neitt á Íslandi Nei, algjörlega, ég meina að þú veist það er eitt, en svo við sjáum kannski ekki, ég veit ekki sjáum við allt og mikið þetta á Íslandi að fyrirtæki sé að fjárfesta í þeim tilgangi að styrkja viðskipti við sín eigin félög lóðrétt samþetting eins og ég fór yfir í Quiznos á sín tíma, þá náttúrulega var þetta það var American Food Distributor ég meina ef þau hlusta þá eiga þau akkurat að vera ekki að fylgja þeirri strategi allir eitthvað að fara að fokka í pepperóníinu eða færa það sem að þau gerðu var að þau keyptu þarna Quiznos og létu Quiznos kaupa öll aðföng frá sér og í rauninni voru með verðið hærra markaðsvirði þannig að þetta var rosalega óhagstætt fyrir sérleyfishafana sko, og það fór alltaf á hausinn Rétt, ég gæti eftir rámt fyrir mér en þú veist, Dominos er akkurat fransæsi sem Quiznos er og til þess að tryggja gæðin þá verður að taka uppskriftinu og það frá þeim er það ekki? Jú, en þú veist nema kannski eins og pepperoni ég meina sko, Dominos er náttúrulega viðskiptavinur MS og Ali og þú veist, þau eru að styðja við íslenska framleiðslu Hún náttúrulega getur ekki annað með ostin sko Nei, ég veit það sko En já, þetta eru góðar pælingar ég bara átta mig ekki á því átta mig illa á því En áhör frétt einhver síður og svona það sem helst slómið þarna er hvað eignarhald Dominos er sterkt maður Ég vil bara fá þau á First North inn á First North með Dominos Ántjóks, ég meina, maður hefur nú heyrt verri hugmyndir sko Ég vil lega bita í hverju pítsu sé ég sko En herðu, er fleiri fréttir, veit ekki, mér langar svona kannski að koma tegja að hérna áður en ég fer í þetta Herðu, ég nefnilega með, ég ætla að hafa private equity söguna mína með tegja Já, ok Og þegar ég heyrði þessa sögu innan úr tegja vilt þú klára eitthvað? Já, kottu með það bara Að hérna, þau sögðu mér upp í tegja sko að
að fara í business Já, svona eins og að horfa á hunda hittast. já, Þú byrjar á að þefa á rassinum. já, einmitt Skilur hvað Já, að ég algjörlega, ég með grunaði það Og hérna, þessi saga sem ég hef af private equity og bókaldi, Já, hún akkurat öfugt og tegja menn sögðu þeir gleymd að þefa. þið glemt að þefa Já. já, Og ok á ég þá ekki bara að fara í þetta? Jú, já, þú veist, þú kannski svona En þú skilur- Nei, Þú veist, þegar hundar hittast ekkert frekar en svona bara venjulegar myndlíkingar hjá þér, En sko, þegar hundar hittast, Já. hvað gera þær? Þegar var rassinum á hvorum öðrum Já, af hverju gera þær það? Til að bara svona fá upplýsingar Já, og þegar fólk er að fara í business, Já, hvað átt að gera? já, ég myndi nú seint mæla með því að Það er myndlíkingin, skilur. Þú átt að vera að fara í viðkomustu svæðin, spyrja um upplýsingarnar. Og það sem tegjamenn vilja meina sko, þau hafa ekkert að fela. Óskaðu bara til tilboði, þetta er bara eitt gjald, búin að þefa, þá getur við farið að leika. Algjörlega, Skilurðu? þetta er mjög einfalt. Ferðin á teja.is, ítir á hnappinn konti viðskipti, sendi fyrirspurn og við vorum búin að lofa að fyrir hverja nýja umsókn sem að tengist okkur Já, að þá takk ég Ardarsveit tequila. já, var hann búin að accepta það? Skot, já, hann var hrifinn að því. Já, flott. Hann var hrifinn að því. Þá þurfum við bara að telja í lókmánaðar, þannig að allir skrá sig í tegja Já, og þetta er eins og að þefa. Takk ég fram að þið hafi hirtið hérna hjá okkur og þið krefjist þess að þeir takki skotana. Ég er nefnilega með eina geggjaða sögu af private equity, bókaldi og leikendum sem glemt að þefa. Já, Ok, anskotin. leikendur, PE er private equity, Kingswood Capital. Ég er eins og bíluplata, ég man aldrei hvað private equity er á íslensku sko. Þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, alfa er þetta, við erum alltaf að segja Við höfum tekið þetta áður, við milljón erum bara sinnum, eitthvað sko. hérna. Þetta er bara einn af þessum sjóðum fyrir enga fjártak. Sko, ég ætla að kalla þetta Kingswood Capital bara hákalla. Þetta er hrægamar. En á móti, þeir eru kaupendur í þessum díl. Seljandur eru Save Mart fjölskyldan í Kaliforníu, a.k.a. The Peccinis. Örglega af ítölskum ættum komin. Sko, fram til ársins 2022 þá var fjölskylda í Kaliforníu sem átti verslunarkeðina Save Mart. Já. Mart er voða svona heitt. Já, Walmart, allt það. Hvað fleira? Já, bara maður heyrir Svo vissu ekki neitt fleira. Maður heyrir alltaf eitthvað svona Mart eitthvað. Já, ég er sammála. Þetta er eins og kaup hérna á Íslandi. Kaup, nýkaup, hvað fleira? Já, klálega. Heimkaup, fagkaup. Já, ok, flott. Heyrðu, þetta á fjölskylda 2022 átti verslunarkeðina Save Mart, K-Mart. Sagður G-Mart? Nei, Steinmart, K-Mart. Ég var að fletta þessu upp bara hérna. Það er nóg að þessu. Frábært, takk fyrir þetta. Ok, Salesmart. Sko, þau ákveða að selja til Kingswood Capital. Dílinn er svona, þau semja debt-free, cash-free verð upp á $245 milljónir. Á íslensku þýðir þetta að seljandinn, sem Save Mart, átti tæplega $200 milljón í cash þegar kemur að transaksjónu og þú veist, þau eiga að ráðstafa öllu handbæri fé sem þau hafa, ég greiði upp skuldir og nettóverðið að því er kaupverðið. Ok, já. Skilur við? Já. Kingswood Capital er sérst að kaupa, þetta er verðmæti á 245 mínus skuldir. Nettó, ég ætla að halda áfram, nettótalan kemur fram og eftir. Sko, efnahagsreikningurinn hjá Save Mart var þannig að þau áttu sérst bara eigin eignir, verslunarkeðjur og skuldir og allt það. Nema, þau áttu meiri hluta í öðru fyrirtæki sem heitir Superstore Industries. Sem var bæði lóða og real estate play í kringum sem sagt búðuna þeirra, kallað SSI. SSI var verðmeti á $22,5 milljón í bókaldinu. Þannig að þau horfa á það á equity value. Við erum með verðmið upp á $22,5 milljón sem á að falla inn í þessa 245. Þetta skilur mig. Þetta er bara svo eignarhaldsfélag. Nei, þetta er eins og ef að Fjarðarkaup eiga hlutafélag sem að þau eiga 70% í sem að heldur rauninu utan lóðir og fasteignir selja það með og það er, selt með en það er verðmeti þarna á það sem að heitir equity based accounting sem ég glemt að spyrja hvað er íslenska orðið á. Já, þú veist. Eitt side note SSI var með skuldir upp á $109 milljón í sínum ársreikning. Þannig að það er verðmeti á 22,5 eignir eru þá væntanlega eitthvað X en skuldir voru $109 milljón. Mjög mikilvægt. Þau loka dílnum hérna í október 2022 og 90 dögum síðar kemur smá deila. Kingswood
sendi þeim kröfu upp á $109 milljón Fyrir skuldum og segir, heyrðu, við sömdum eignir mínu skuldir og þeir segja, ok, við gerum það nei, þið eru meiri hluta eigandi SSI og þið töldu ekki fram þess að $109 milljón og ef þú fer að reikna út dæmi þá þýðir það að Pekín fjölskyldan selur þessi 2 félög til Kingswood og skulda þeim $77 milljón og þannig hefur deilan staðið í 2 ár og á leiðinni fyrir Hæstarétt í Delaware gefa þeim þetta já, þeir basically gefa þeim eða láta þeim fá fjölskyldurekstur sinna kynslóðar með þeim fyrirheitum og við ætlum að borga ykkur hérna tæpa 10 milljarða í meðgjöf staðan í dag sú að þó SafeMart hafi ekki átt SSI 100% þá Kingswood að halda því fram að þau voru ábyrg fyrir 100% af skuldum félagsins eins og ég segi, þetta komið núna fyrir Hæstarétt í Delaware þar sem að það hefur gerst að sko pöpullin, fjölmiðlar og allir að standa með seljendum en réttakerfi í Delaware hefur hingað til staðið með kaupendum þannig að það stefnir í það að þau munu tapa þessu máli þau eiginlega ekki seldu fyrirtækið heldur réttu fjárfestum fyrirtækið og þurfa að borga þeim $79 milljón með í meðgjöf hver var að ráðgefandi þarna í þessum sko, máli að svona varnir beggja hafa verið þær að seljendur hafa verið að benda á því við hefðum aldrei í góðri trú samið svona díl vitandi þetta Kingswood að halda því fram að þetta hafi verið bókaldsvilla eða tricks hjá þeim sem hafi komið upp eftir á en þetta ekki bara eitthvað svona orðalag þú veist í samningum sko, sem grunnurinn og það sem ég held að fordæmisgefandi í þessu að það var farin þessi, ég kalla hlutdeildarleið þetta ekki hlutdeildarleið, það þetta equity based accounting það þarf að segja sko að eignarhaldið á SSI skráð í bókum fyrirtækisins samkvæmt equity based accounting það sem að þú ert örugglega með eignir mínu skuldir og lítur á þessa 22,5 sem eigið fé en hinnir Kingwood að halda því fram að þau hefðu átt að gefa þetta upp á full consolidation þar sem þau hefðu átt að tilgreina eignir mínu skuldir í SSI og þetta hefur bara komið í ljós í due deal hjá þeim það sem hins vegar verið að benda á að Kingswood bara aldnir upp af einhverjum hrækumum og eigandinn búin að vera í þessu alla ævi að stunda svona óheiðarleg og dirty business að þetta hafi bara verið stóri bónusinn í þessum viðskiptum af þeim þau hafa vita nákvæmlega hvað þau voru að gera ég held samt í svona, það getur ekki verið að þeir hyrði þetta því að þetta verður væntanlega bara verðmetið út frá raunverulegu virði fyrirtækisins en ekki bara nafnverði það er það sem deilan stendur á og komið til Hæstaréttar í Delaware og allir dómarar fram að þessu hafa verið ósammála þér en hver konsultaði þetta? Það veit afskiptin Pældi hvað þetta hræðileg þetta náttúrulega bara mál sem kemur ekki upp á hverjum degi þetta equity based accounting versus consolidation en þetta skemmtileg saga finnst mér því að þarna bara með fjölskyldu sem að henda frá sér fjölskyldu fyrirtæki stofna af feðrum og mæðrum í það að þú þarfst að fara að borga þetta örugglega að fara að sitja öll á hausinn sko. Jesús maður en þetta því það þú ert að selja í dag á Íslandi fyrirtæki með félag, hlutdeildafélag eða hvað það heyri í góðum ráðgjafa áður en þið seljið einhverjum private equity þetta ekki gott sko. þetta ætti að vera eitthvað vítið til varnaðar kæra hlustendur þannig eru syndir dóttufélagi að koma móður en ég minna að þú veist, væri þetta ekki eins og Íslandi bara basically þú væri með félag sem að bara skráð með hlutafé 500.000 en verðmetið á miklu meira en það bara selt á 500.000 skuldar kannski 50 milljónir og þú sem kaupandi kaupir það bara á 500.000 það getur ekki verið að svona eigi sér stað sko reynum að útskýra þetta Pingjan EHF sem við eigum bara reksturinn okkar velti bara 100 milljónum fair enough við erum svo heppnir að kaupa stúdíó sem við eigum sem við gerum samt ekki nei, en þú veist ég meina má leiða sér að dreyma þennan 100 milljónir svo eigum við í 67% eigu á móti Aróni Móla sem er þér undir á landinu stúdíóð hérna sem við keyptum á 80 milljónir nei 50 milljónir en 40 milljónir að þeir eru skuldir þannig að þegar við erum að selja Pingjuna EHF þá bara í bókum félagsins dóttufélag í meirihluta eigu okkar
nafnverðið er 500 skall þannig að við segjum bara já, þú veist, þetta er bara verðmetið á eitthvað X en sá sem er að kaupa pingjuna og stúdíóið segir, heyrðu ég ætla að draga frá þessu 40 milljónir í skuldir það er svona litla leiðin til að útskýra þetta ég skil ekki hvernig svona getur gerst fá ykkur góða ráðgjafa í business og það sem Teija segir alltaf heilsast eins og hundur þegar þú ert að byrja í viðskiptum þú byrjar að hnusa á rassinum alltaf að byrja að þegar endaþarminum því að ef að SafeMart og Kingswood hefði byrjað að þefa þessu máli þá hefði þetta ekki komið en það er þegar þú fer að þefa í lok viðskipta þá fer allt í fjandans til og það eru margir í dag sjá það með falling gjöld og fleira ég meina erlend kort kostar meira hjá mörgum færslufyrirtækjum í dag ekki á Teija, þetta er leikur einnandan hjá Teija, þökkum þeim kærlega fyrir. Herðu, Dokkubit, við ætlum endanlega að segja pappirnum stríð á hendur, þetta er loka predikun okkar það. Já. Farið yfir í Dokkubit, dokkubit.is, hvort sem út fyrirtæki eða einstaklingur, það er gott að hafa aðgang til að vera öllu búin þegar fyrirtæki sendir rafræna undirskrifta pappíra. Pennin, hann er kaldur í dag. Pennin, blaðið, þetta er alltaf rafrænt. Meiri segja ríkistofnunir eru byrjaðar að... Já, heyrðu, ég náði meira segja snúa niður eina ríkistofnun. Já. Ég var að senda reikning hvað heitir þetta? Power of Attorney til Evrópu í vikunni og stofnunin sem ég var að díla við heima gerði kröfu 2 vitni eða 2 votta og ég challenge það, sagði nei ég hef hitt Dokkubit og samkvæmt þeim þá gengur rafræn auðkenning yfir að vera með 2 votta að trompa það og það þurfti að tala um lögfræðing og það tók smá maus at the end of the day, þetta er rétt hjá þér sendu bara Dokkubit og þú þarft ekki að prenta út og fá votta þið sjáu það, þið heyri það kæru hlustendur að hér og stundum þá þarf að hrútskýra fyrir stofnunum að Dokkubit gengur lengra en votta Dokkubit er málið farið inn á dokkubit.is og skráðu ykkur takk fyrir Dokkubit. Herðu, ég með fleiri fréttir ég er ekkert viss sem ég ná í umfjöllunum minni svona, kannski síðasta frétti sem ég tek er dýralæknin og fjármálaráðherrann Sigurð Inga Já, heyrðu, en að gera mig greiða og fjármálaáætlun en að grilla þessa fjármálaáætlun eins og ég grillaði steinbít frá hafinu það er að koma sumar ég er búin að ríða út grillið og ég fer þarna og ég segi núna er bara ein spurning hvað mælið ég með á grillið og þau eru bara hver menju og fætur öðru núna í hafinu er einmaður á grillið steinbítur, langa, reyna að fá góða hnakka Já, það er nefnilega gleymist fiskurinn gleymist á grillið hann er geggjaður á grillið það er reyndar, maður þarf að vera laxinn líka Já, heyrðu, hann mælti nefnilega með bleikjunni og ég sagði Sá bleiki Ég sagði bleiktu fyrir þér, ég ætla að fá steinbít og þá hlóu allir inn í búðinu ég fannst þetta ógeðslega fyndið inn í hafinu Hlíðasmára 8 og fleiri stöðum vissulega en þetta er svona höfustöðunar eru í Seðlabankunum í Kópavogi kíkið þangað tilbúinu réttinni líka Svo er stundum eru dýrlegir Hvenær ert þú aftur með í bóði ef fólk er að koma í hafið þá með að koma upp og taka höndin á þér og spjallum við miljón og svona við tökum það síðar 50 dögum klukkan 2 þá er Arnar með svona opin 50 dögum klukkan 2 Já, svona eins og þingmennir eru oft með svona opin tíma meet and greet Já, þú mátt koma og hitta mig En við tökum hafinu kærlega fyrir nú dýralæknirinn og fjármálaráðherrann Sigurður Ingi Hann kynnti nýja fjármálaáætlun ríkisins í vikunni 2025-2029 Og ég er í rauninni, ég lagðist ekki yfir þessa áætlun. Ég nefndi því ekki. Ég mun gera það seinna, ég hafði ekki tíma til þess núna. En það sem að mér langar bara svona aðeins að börna Nú er maður náttúrulega bara leikmaður og baksýnis hagfræðingur. Yfirskriftin hafiði boðar 17 milljarða hagræðingu á næsta ári. Sem að maður er bara, já, ok að halda allir í dag að það sé stór tala þegar þú horfir á öll fjármálin ok, 17 milljarðar það er bara, það er bara 17.000 milljónir Já, þau eru bara að hækka veiðgjöldin maður, það er bara komið Já, ég ætla að taka það fram að útgjöld ríkisins voru 1405 milljarðar árið 2022 Já, hugsaðir Seinasti ársfjórðungur er ekki dottin inn fyrir 2023 en þetta var rétt rúmir 1000 milljarðar fyrstu 3 ársfjórðungarnir en allavega, þannig að ég tek síðasta heila ár 2022 og þar voru 1405 milljarðar í útgjöld ef við miðum við 2022 þá eru 17 milljarðar 1,2% niðurskurður Já, hugsaðir, þetta er ekki neitt og
maður spyr sig, Þetta djók þarf ekki að skera meira niður? Næst þegar þú heyrir 17 milljarða í fjármálaáætlun Nei, þá klappar ekki Þú grenjar og hlátri Þetta er vandræðilegt Já, maður velti því líka fyrir sér maður velti því fyrir sér sko 17 milljarðar því að hann tekur sérstaklega fram að eftirlit með styrkjum til nýsköpunarfyrirtækja verði aukið, skilyrði þrengd vegna kvikmyndastöðnings og hagrætt í almennum rekstri ríkisins. Sko, þessir tveir möguleikar sem að nefnir þarna er eiginlega hræðilegir valkosti til að nefna sem eitthvað svona sérstaklega niðurskurðar pólisía, sko. Ok, eftirlit með styrkjum til nýsköpunarfyrirtækja. Í fyrsta lagi þá er eftirlit nú þegar. Það er allavega eftirlit. Hvar er ekki eftirlit? Listamannalaun. Það er ekki að nefna það. Nei. Og veist, þegar þú ert að styrkjum hjá nýsköpunarfyrirtækjum þá þarf þetta að skila skýrslum og öðru eins, sko. Það er eftirfylgni, sko, en ekki, sko, að við vitum best er það ekki þannig á listamannalaunum, ekki miðað við allavega hvað menn er að komast upp með, að gefa ekkert út í 8-10 ár bara og vera á spenanum endalaust. Þannig að það er eiginlega fáránlegt að nefna þetta eitthvað sérstaklega í þessari kynningu. Skilyrði þrengt vegna kvikmyndastöðnings, þú veist, ég meina, ég held að þetta sé bara nokkuð mikilvægt að vera með þennan kvikmyndastuðning sérstaklega fyrir erlend fyrirtæki og annað til að fá fjármagninga inn og annað. Þau ætla að fara að þrengja það. Hvað segirðu? Þú ert sammála honum? Já, þú veist, ég vil bara ekki að sé niðurgreiðsla fyrir einhvern einn að fram með aðra. Við höfum rætt þetta, skilur. Ok, þarna erum við sammála og ósammála. Já, þú veist, ég meina, það er margt vitlausara fyrir mér allavega að veita þennan stuðning. En, það kom niður á innlendri þáttagerð til að mynda. En svo er þetta náttúrulega bara eins og bara að fækka starfstöðum, skilur í ríkinu, fækka millistjórnendum og þú veist, það er auðvitað eitthvað sem á að líta til. Ég ætla ekki að ég horfði ekki á kynninguna þannig að þú veist, ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að hann hafi nefnt það. En svo er bara break even 2028, allir glæðir. Þetta er bara Þetta er ómetnaða fylgsta markmið og áætlun sem að nokkuð tíman hefur sést, held ég. Það er helviti svona convenient einhvern veginn að bara svona akkurat þegar áætlunin er þarna að klárast 2028 sko, þá bara break even. Þetta er sett fram eins og allir á Íslandi séu hálfvita, eins og vitir ekki að eru kosningar á næsta ári og þessi áætlun henni verið breytt þegar ný ríkisstjórn kemur. Ég bara En allavega sko, samkvæmt áætlunum verður 49 milljarða halla á ríkissjóði á þessu ári samanborið við 45 milljarða í fyrra. Hins vegar er gert ráð fyrir að hallareksturinn lækki nokkur hratt og verði komið réttu með yfir 0 2028. Þetta er náttúrulega bara tölur á blaðið þetta og þannig að með svona, eins og ég segi hér þarf að skera meira niður að mínum mati. Erum við ekki sammála það? Jú. En þú veist, jú, þetta er áætlun og allt það og 17 milljarðar á ári og þetta mun vera komið yfir 0 þarna 2028. Ég veit ekki hversu marktækt það er en ég á bara bátt með að trúa einhvern veginn að þetta standist, sko. En eins og ég segi, ég auðvitað vil taka það fram, ég á eftir að skoða þessa kynningu. Já, rétt. Þannig að ég vildi bara svona börna, þú veist. Nei, ég mjög ánægður með að punta benda á í hlutfalli hvað þetta er ógeðslega lítið, sko. Þannig að þú veist, ég meina, þurfum við bara einhver Javier Milei handtök. Við höfum nú alls séð það er alveg hægt að skera niður meir en 1% á ári, sko, í ríkisrekstri, sko, að taka og strauja þetta. Bráðum, það voru myndir af honum á Elon síðustu helgi. Já, ég sá það. Hann var að hætta með kærustun sinni. Hann sagði bara, ég hef ekki tíma. Hver? Milei? Milei. Hann var bara verkefnið er svo stórt. Það er alvöru passjón í gangi. Já, gæinn er bara vakinn og sofinn yfir þessu. Já. Hundarnir hans heiti eftir hagfræðingum, hann er all-in. Hann er alveg sturlaður, sko. Heyrðu, Anna, við höfum ekki tími Nei, við erum að lofa loðnulag. Ég er með hana ready. Fyrir þar næsta þátt, Marja-Lina er með okkur í næsta þætti. Annað, ég er með top 3 aftur. Þegar við byrjuðum í pingjunni, þá voru ég með top 3 hvernig ótt að byrja það, þú ótt að byrja nýjum vinnustaf. Ég kom með ný top 3. Ég er með top 3 vinnustafrekkir. Já, skemmtilegt. Verð með það. Okay. Og svo var ég með eitthvað eitt annað top 3 í hausnum sem ég verði allan með yfirferð á Ítalíu í næsta þætti. Því miður komst það ekki að hérna núna. Ég gæti þurft að fækka fréttum hjá mér. Já, en annað, ef einhverjar hlusta á með einhver góð vinnustakring, sendi á mig. Ég kom með 2 sem eru bara 100% að fara inn, svona mellow, skemmtileg og ég er svona gæla við að þriðja, en það væri alveg gaman að vera með raunsugur hér. Já, algjörlega. En herru, þá bara þökkum við fyrir í dag, kæru hlustendur. Þannig til næsta föstudag, þá bara byrjum við að heilsa.
hafið það frábært helgina Já. og hendi ykkur einum velding Einum velding, það held ég, takk í dag